þessi leikur var náttúrulega naglbítur, ég meina úrslitin réðust bara í lokin en þessar síðustu 9 mínútur afturheldingar í leiknum, Rakel, þær voru ekki til útflutnings. Nei, það var eiginlega ótrúlegt að horfa á þessar síðustu 9 mínútur. Síðasta markið sem þeir skora á 53. mínútu og þá eru þeir að skora í tómt markið. Þeir klikka á 2 vítum á þessum kafla. Já, þetta er síðasta markið þeirra. Þeir skora ekki meira eftir þetta. Þeir klikka á 2 vítum, þeir eru í yfirtölu. Einar Baldvin, þá hann var rósanum á hann skýtur í tómt markið, hittir ekki framhjá. Þeir fá dauðafæri úr vinstra horni og dauðafæri á línunni. Kemur hérna. Bara mjög gott færi úr vinstra horni. Alexander fór að verja líka. Já, það gerist, það má algjörlega, við verðum að nefna það. Hann var líka góður í takt við vörnina hjá Selfoss sem var betri í seinni hálfleik. Þá var hann flottur fyrir aftan, en það er auðvitað bara örugglega ótrúlega svekkjandi fyrir afturheldinga að skoða þessi færi og já, bara til þess að klára leikinn. Þeir voru marki yfir og fengu fjölda tækifæri til þess að koma svo í 2 mörk og jafnvel 3 mörk. Og það er eiginlega bara ótrúlegt að horfa á þessar síðustu mínútur. Mér finnst það líka bara að halda svo rosalega í hendur eins og við vorum að horfa á bara hlaupa tilbaka á þann. Eða hversu mikið þú leggur því í færin. Mér fannst þeir alltaf vera að komast upp með þetta. Þeir voru alltaf að halda sér í leiknum og leiðan lengi vel, bara eiginlega alveg þangað til undir lokin. Og þá einhvern veginn hætti þetta bara að ganga upp. Og þau fengu það bara alveg í andlitið, fannst mér. Á værukærð og svona bara, slóðu bara af. Sammála, svona værukærð, það eins og þeir hafa haldið, þeir myndi bara svona sleppa með þetta, ná að klára þetta, en Selfyssingar heldur betur sýndu það þýðir ekkert að mæta þannig á móti þeim og bara frábær sigur hjá þeim og mikilvægt 2 stig.